Lögreglumennirnir Bylgja og Jóhanna eru í þann mund að ljúka vaktinni á fallegum laugardegi í júlí. Vaktin hafði hingað til verið tíðindalítil, en það átti eftir að breytast. Upphafið er hann þannig að það tilkynnti bíl á leiðinni frá Selfoss og trúlega stolinn bíll og ökumaður væntanlega undir áhrifum fíkniefna. Gríðarleg hætta getur skapast með ofsaakstri sem þessum, bæði fyrir lögregluna og ekki síst fyrir almenna vegfarendur. Aksturslæðið vægast þetta bara mjög glæfralegt. Hann keyrir þarna fyrir öfugum fram úr, keyrir nánast á gangandi vegfarenda, keyrir fram hjá skóla og íbúðagötum og svona á þá svívirðilegri siglingu og virti engin umferðarmerki og ekki stöðunarmerki lögreglu. Skyndilega tekur bifreiðin stefnuna inn í íbúðabyggð. Við reynum náttúrulega eftir fremsta megni að bæja mönnum úr íbúðahverfum og reyna að komast hjá því að keyra í gegnum svona hættusvæði. Við óttumst að það væri börn að leika þarna klukkan rétt 10 kvöld á laugardegi sumar, þannig að það er eiginlega allar líkur á þessi einhverjir út að leika sér. En stundum er þegar og hafnum í bíla við, þannig að við verðum bara að fylgja þeim eftir og vona það besta hreinlega. Og allt í einu. Í hringtorginu, ef við komum örlítið nær, hefðum við haft tækifæri jafnvel til þess að keyra í hann til þess að stöðva. En það bara hafðist ekki í þetta skipti. Þannig að það var ekkert annað að gera en að fylgja honum eftir. Þegar þarna var komið við sögu bættust enn fleiri lögreglubílar í hópinn, en lögreglumönnunum var þó létt þar sem bílstjóri bifreiðarinnar hefði tekið stefnuna úr íbúðarhverfinu og í átt að Vesturlandsvegi. Lögreglan vinnur samkvæmt norskri aðferð þegar stöðva þarf bifreiðar með valdi. Lögreglumenn fá þjálfun í að meta og bregðast við aðstæðum hverju sinni. Lögreglan er mikil hættu þegar hún reynir að loka akstursstefnu vegna þess að við höfum enga hugmynd í hvað ástandi maðurinn er eða hvað hann vill gera til þess að forðast að lögreglan á honum. Það er gríðarlegt adrenalín sem rennur æðar á manni hana. Og maður er alveg óbóðslega hræddur sjálfan sig og alla aðra sem eru í umferðinni. Þarna erum við komin með meiri bíl á eftir honum, og hann er að hanga í honum, og leita að færi til þess að stoppa. Eftir að hafa ekið á ofsahraða Vesturlandsveginn gerist þetta. Þessu tilfelli notum við bílinn til þess að stöðva með því að keyra utan í hann, þannig að annarkvort snúist hann á veginum eða þá eins og í þessu tilfelli endaði með bílveltu. Lögreglumennirnir þeysast á vettvang til að kanna líðan ökumanns. Sjúkrabílar fylgja okkur í humátt. Venjulega þegar við förum í svona, þá fylgja þeir í humátt þannig að þeir eru skammt undan ef eitthvað gerist. Það var mikil mildi að enginn slasaðist, hvorki í eftirförinni, né þegar lögreglan stoppaði jeppabifreiðina. Ökumaðurinn var þó fluttur á slysdeild til aðhlynningar en var svo handtekinn í kjölfarið. Maðurinn var ákærður og dæmdur í 12 mánaða fangelsi fyrir þetta og fleiri brot. Þá var hann sviptur ökuréttindum í 3 ár.